Komið sælir blikar, nær og fjær og verið velkomna að rölti með mér. Í dag ég að rölta hér í Fífunni. Á morgun stórleikur við HK í Kórnum, hér. Nú, við höfum spilað í deildarkeppni við HK 4 leiki. Það eru 2 sigrar, 1 jafntefli og 1 tap. Við skulum núna kíkja aðeins á nokkra leiki og sjá klippur úr þessum leikjum. Við skulum líta næst á leik Breiðabliks og HK sem var í Kópavoginum. Þetta var fyrsti leikur liðana í efstu deild og ja, bæði lið hafa spilað fína fótbolta í sumar og það var sérstaklega til að sjá þennan leik. Já, ég veist sko að HK hafa spilað mjög skynsamlega bæði leikina móti Fram og leikina móti KR. Þeir spiluðu nákvæmlega rétt með þann mannskap og taktingin gekk fullkomlega upp. Ég veit ekki, sá náttúrulega þennan leik hvað fór úrskeiðis en þetta var náttúrulega svona nettsótt í Kópavogi. Já, blikarnir skora náttúrulega strax á 3. mínútu og svona slá HK með náttúrulega svolítið út af leginu. Að koma fram og sækja. Það bara, þetta svoleiðislið, en þeir hafa verið að spila vel. Það eru konir í stöðunni 2-0. Prins Rækómar skoraði fyrsta mark sitt í deildinu og kom blikum í 2-0 en svo fengu leikmenn HK á þessa vítaspyrnu og Kasper Jakobsson varði þetta náttúrulega alveg meistararlega og þarna má ég segja, eins og segjum, það ennþá korter eftir 2-1 hefði breytt svolítið miklu fyrir HK og það ekkert annað hægt að segja það, þetta frábærlega varið en í staðinn fyrir að HK minnki munina þá bara bættu Blikar einu marki við í lokinn og það var Olgi Sigurgeirsson sem gerir það. Glæsilegt mark. 3-0, veit ekki hvort að það var akkurat dæmigert fyrir leikinn en kannski Blikarnir svona loksins farnir að, þú sagðir að með Keflvíkingana Hjörtur, þeir eru farnir að klára leik. Nokkuð örugglega en Blikar fyrir þennan leik með 22 stig, HK með 15 stig. Hér fyrsta markið, þetta sjálfsmark. Ásgrímur Albertsson með sjálfsmark, sjáum við aftur hérna ansi óöflur hann setur hann innanfótar og í netið Magnús Páll þarna í baráttunni varði í markinu staðan ennþá 1-0 fyrir Blika og hér dæmt vítaspyrna Ólafur Jäger fellur í teignum og það voru nú mikið læti í kjölfarið. Egilur Magnús Kristinsson dómari hafði í mörg að snúast og umdeildur vítaspyrnudómur. Sjáum þetta hér aftur. Spurningin hvort að Sertan Gasic hafi komið við Jäger en vítaspyrnan ekki umflúin og þetta Þórður Birgisson og hann skorar af miklu öryggi og jafnar metin fyrir HK með markið á 82. mínútu. Glæsileg vítaspyrna hjá jafntefli og þetta 8. jafnteflið sem að Blikar. Nú, þarna sáu þið það. Ég fór að hitti Gústa hér, fekk viðtal við hann rétt áðan og við skulum heyra hvað Gústi hefur að segja leikinn á morgun. Gústi, velkomin í viðtal hjá Blika TV. Svo venjulega þá ætlum við að gera svona kannski upp leikinn á móti Grindavík, síðasta leikinn í Pepsi Max-deildinni. Hvernig tekur þú eitthvað þann leik með þér á morgun? Já, sko, fyrsti leikur í móti, erfiðum útivelli í Grindavík. Góður grasvöllur, kannski smá erfiðar aðstæður, smá rok og smá rigning en við stóðumst fannst mér prógrammið, það sem við ætluðum að gera og gríðarlega ánægður með liðið og vinna leikinn 2-0 halda hreinu, þannig að það ýmislegt að taka úr þessu leik góður varnarleikur, voru þéttir það ætlum við að taka með okkur í kórinn á morgun og ég vænti þess að það mæti að veri fullu kór og uppselt og ég vonast til að lágmark helmingurinn verði grænn og þetta verði mikið skemmtilegur fótbolti kannski bara þennan Kópavogi, ég veit það ekki sem við segja það en ég er kannski ekki alveg þar en þetta verður eins og
mögulega hver annar leikur, hörku skemmtun, en ótrúlega mikið undir, heiður af veiði, þannig að þetta verður bara skemmtileg moment, besta tíma, 4 á laugardegi, ekkert annað að gera heldur en að mæta í kórinn og horfa á skemmtilega fótbolta. Hvernig áttu eftir að leggja þennan leik upp? Svipað á móti Grindavík? Já, við erum útivelli og við erum að spila í HKÍ sem kórinn og ég bý hérna nú bara rétt við, 500 metrar frá eða eitthvað og þannig að það verður stuttur með að labba á völlinn og ég vona ég fái pláss á vellinum, það verður ekki uppselt að ég komist ekki inn en við leggjum leikinn upp bara, við ætlum að gera svipað við erum búin að vera að gera undanfarið og við ætlum að vera þéttir og gefa fá færa á okkur. Hvernig HK kemur í leikinn en við ætlum að einbeita okkur mest á okkur og gera vel. Og er allir klárir í slaginn? Já, lítið þannig út. Við komum ágætlega vel undan Grindavíkurleiknum og spilum við Magna í bikarnum og við, já, það voru lítið meðslum þar. Þannig að við eigum að geta stilt okkar sterkasta lið upp og við viljum það í svona hörkuleik sem að verður skemmtilegur. Já, nú komst þú svolítið óvart með liðsuppstillinguna á móti Grindavík. Þú tókst þess að bara 2 eða jafnvel 3 bara og settir á beintin í lið. Útskýringin hjá því var að svona þetta hefur kannski verið ekki alveg nógu gott hjá okkur síðustu leikir undan því. Já. Þetta er bara þín skoðun og... Já, ég tek ákvörðunina með liðsval og annað og mér fannst þetta rétta mómentið og maður stendur við sitt það sem maður velur og stundum gerir maður mistök og annað en ég held að þetta hafi verið rétt hjá mér og allan úrslitin það gaf okkur 3 stig í þessum leik og við vorum búin að ströggla aðeins í undirbúningnum síðustu leiki fyrir mót og þannig að þetta gekk eftir og þeir komu ferskir inn og auðvitað er mikið samkeppni í liðinu. Við erum með flottan hóp og stóran hóp og þeir sem komu inn á gerðu gríðarlega vel líka lögðu margt sitt á leikinn sem ég var gríðarlega sáttur við og þannig að við vonandi förum bara í þetta mót þannig að það sé mikið samkeppni. Þeir sem inn á standi sig vel, þeir sem koma inn á standi sig vel og áhorfendur standi sig vel, þjálfararnir og við séum mjög sátt við bara uppleggið og árangurinn sem að mun þegar talaður upp á kössunum í haust. Það er bara þannig. Takk fyrir þetta. Ekkert öðru sér. Takk fyrir það. Nú, þarna heyrðið þið í Gústa. Hann var ekki viss að komast inn, en hann kemst alveg örugglega inn. Hann er með eitthvað skírtinni frá KSÍ. En ég heyrði Gulla líka. En hann hefur spilað með HK og Breiðablik og er núverandi fyrirliði Breiðabliks. Skulum heyra hvað hann segir leikinn á morgun. Takk fyrir. Það farið að myndast geysileg spenna fyrir leiknum á morgun. Já. Hvernig, þú veist, á móti HK í húsi, hvernig er þetta svona að fara að leggjast í þig, spennan? Mjög vel bara, spenna, þetta er náttúrulega bara leikur eins og hver annar, 90 mínútur og við veitum að kannski Kópavogsbúar er ekstra spenntir fyrir þessu en við komum hérna til með að mæta með gott lið og ætlum að vinna. Já, og alveg bara klárir í það? Já, við erum með gott lið, vel þjálfaðir, vel drillaðir og vel einbeittir og við höfum farið vel á stað og ætlum að geta stoppað þannig. Já. Nú hefur við verið að tala um að verði uppselt. Ertu búinn að ná þér í miða? Ég fann fritt inn, sterkir menn. Já. Já, ok. Hvað viltu segja við Blikana núna fyrir þennan leik? Stuðningsmenn okkar menn? Já. Já, bara njóta þess að vera til. Takk fyrir þetta, Gulli. Takk. Sjáumst á morgun.